Komið sæl. Nú ætlum við að fjalla aðeins almenn brot og heilar tölur. Við erum búin að vera að skoða dálítið dæmi í líkingu við þetta hér, þar sem við erum annaðhvort með 2 brot, hvort sem það í margföldun eða deilingu. En nú ætlum við að líta á hvað gerist þegar við erum með heila tölu og blöndum því við almennt brot. Það lítið nýtt sem að bætast við hérna. Þetta bara smá trikk sem ég ætla að sýna ykkur og reyndar hafið þið séð að notað áður í tengslum við þegar við vorum að breyta tugabrot í almennt brot. Og trikkið sem sagt felst í því að ef við erum með heila tölu þá alltaf hægt að breyta henni í almennt brot með því að setja 1 í nefnara. 1 hlutlaus þarna í nefnara og breytir því ekki að 3 fyrstu nákvæmlega sama og 3 heilir en skráð sem brot leið og nefnarinn komin. Eins og ég sagði, þetta gildir allar tölur, hvort sem eru háar eða lágar. Setjum 1 í nefnara. Og ef við ætlum að orða regluna almennt til að sýna að hún gildi allar tölur, þá rétt eins og þegar við vorum að vinna með tengireglu og víxlreglu, þá notum við bókstafi. Og hérna erum við að segja að fyrir allar tölur gildir það að ef 1 settur í nefnara, þá það sama útkoma á talan sjálf. X getur verið hvaða tala sem Skoðum núna margföldun og deilingu áður en við tökum fyrir samlagningu og frádrátt. Ef við erum með dæmi í líkingu við þetta hér, 3 sinnum 2 sjöundu, þá þurfum við í fyrsta lagi átt okkur á því að þetta alls ekki það sama og að lengja. Þess vegna verðum við að nota orðin margfalda og lengja eftir því sem við á. Nú ætlum við að margfalda og þá ekki gert sinnum 3 upp og niðri, líkt á í lengingu, en þetta ekki sami hluturinn. Svona. Heldur þá spurning að eigum við að margfalda teljarann með 3 eða eigum við að margfalda nefnarann með 3. Og ef við notum þetta trikk, þar að setja 1 í nefnarann hjá 3, þá erum við ekkert í vandræðum með það lengur. Þá erum við komin með 2 brot sem við höfum unnið með áður og nú getum við séð að til að klára dæmið þá margföldum við saman teljaranna fyrir ofan strikk, 3 og 2 eru 6 og nefnaranna fyrir neðan strikk, 7 sinnum 1 eru 7. Og sama gildir í deilingu. Við getum verið með brot annars vegar og heila tölu hins vegar, til dæmis 4 deilt með 1/5. Og í heftinu hafið þið unnið með endurtekin frádrátt, sem teikna þetta upp á renning og athuga hversu oft getið dregið 1/5 frá 4. En við ætlum ekki að gera það núna, heldur ætlum við að beita þessu litla trikki okkar. Það að segja 4 heilir getum við skrifað sem 4 fyrstu og svo deilum við með 1/5. Í deilingu hefur þetta ekkert breyst, við klárum dæmið með því að snúa við afturábrotinu. Þá þetta 4 fyrstu, dæmið verður að margföldun og svo margföldum við saman fyrir ofan strikk, 4 sinnum 5 eru 20, 1 sinnum 1 eru 1. Og í þessu tilviki fáum við bara út heila tölu, en það ekki alltaf svo, en hérna myndi svarið þá vera 20. Og þá skulum við líta á samlagningu og frádrátt. Og samlagningin mjög einföld. Við gætum verið með dæmi sem lítur svona út, 2 + 1/3. Og vissulega væri hægt að nota þetta sem ég var að sýna ykkur rétt áðan, að setja 1 í nefnara. Það sem við þurfum að gera næst því að lengja til að fá saman nefnara. Og þá erum við komin með 6/3 + 1/3. Leggjum saman teljaranna og fáum 7/3. Þetta alveg rétt svar, en mun einfaldara að segja að ef við erum með 2 heila og bæti 1/3 við, það einfaldlega 2 heilir og 1/3. Þetta kallast blandintala og við erum ekki að vinna mikið með þær núna, en þið hafið séð þetta áður og ættu að þekkja þetta. En langa einfaldast í samlagningu heiltala og brot, svarið bara heilatalan og brotið. Þessi aðferð sem ég sýndi ykkur hér
Hún virkar en í þessu tilviki hún mun seinlegri. Með frádrátt þá aftur gætu við verið með dæmi á borð við þetta hér, heiltala mínus brot, og ég gæti farið í þennan pakka, setja einn í nafnar og allt það. En við skoðum bara, lítum á þetta myndrænt. Ef þetta eru 2 heilir og að því ég að vinna með þriðju hluta, og þá myndi ég vilja skipta myndin í þrennt, og ef ég tek 1/3 í burtu, þetta er mínus, og þá er ég ennþá með 1 heilan hér og 2/3. Þannig að einfaldast er bara að sjá þetta fyrir sér svona myndrænt, og svarið hér er þá 1 heill og 2/3. Hinn leiðin, eins og ég nefndi, að setja 1 í nafnara og lengja, hún myndi virka líka, en aftur er hún eiginlega seinlegri í frádrætti og samlagningu. Nú, rétt í lokin ætla ég að segja ykkur frá hlut sem að kannski einhver ykkar hafa áttað ykkur á, að á vasareiknum hjá mörgum ykkar er takki sem gerir ykkur kleift að reikna með almennum brotum. Og hann gæti litið út einhvern veginn svona. Ef þið hafið þennan takk á vasareiknum ykkar, þá er þið með það sem kallast brotatakki og geti reiknað með almennum brotum. Hann gæti líka litið svona út og hann gæti jafnvel litið svona út. Og ég hvet ykkur til þess að prófa að nota innan takka. Þið getið til dæmis reynt að finna hann og slá inn dæmi eins og þetta hér, 1/3 + hálfur. Ef þið notið takkan rétt, þá ætti að standa á skjánum hjá okkur 5/7. En af hverju er ég að segja ykkur frá þessu núna þegar þið eru búin að vera að læra allar þessar aðferðir? Jú, þið skulið lesa vel það sem stendur á blaðsíðu 43 í heftinu, en þar er útskýrt fyrir ykkur hvers vegna er í lagi að þekkja hann takka, en alls ekki nógu gott að stóla á hann. Það er hægt að nota sem hjálpartæki, en þið komið til með að fá dæmi þar sem að þið eru annarkvort beðin að sýna útreikninga, og þá hjálpar takkin ykkur ekki neitt. Þannig að ef þið eru með til dæmis þannig dæmi á prófi, þá að nota takkan er ekki að sama að leysa dæmið, þannig að það myndi ekki gefa ykkur stig. Og kannski hitt sem skiptir meira máli er að ef þið lærið ekki aðferðirnar, heldur bara stólið á hann takka, þá lendir ég vandræðum síðar í náminu þegar þið fáið dæmi eins og þetta hérna í algebru sem kemur inn í annarkvort seinnipartinn í 9. bekk eða 10. bekk. Til þess að leysa þetta dæmi er beitt nákvæmlega sömu aðferðum og ef ég er að leggja saman 2 almenn brot, og ef ég kann að lengja og stytta, þá er ekkert mál að leysa þetta hér. En ef þið stólið á takkan, þá er erfitt að læra þetta þegar það kemur og ekki hægt að stimpla þetta inn í vasareikni þó svo að þessi brotatakki. Þannig að mér finnst allt í lagi að ég þekki hann brotatakka, kunnið að nota hann, en ítrekka bara að þið með ekki stóla á hann eingöngu. Það lendi ég vandræðum seinna mér. En ég bara þakka fyrir mig í bili.